Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Það sýna hérna segulkrafta sem að Hans Christian Ørsted uppgötvaði fyrir 200 árum. Þá var hann að slökkva á rafmagnstækjum í tilraunastofunni og tók eftir því að áttavita nálagt tækjunum, hún breytti stefnu. Þá fann hann þetta samband B sama sem μ0 sinnum E deilt með 2πr sem sýnir hvernig straumur býr til segulsvið í kringum vír og þetta tók hann ekki nema 3 mánuði. Þessi stuðull hér, μ0 og hann 4π sinnum 10⁻⁷ Tesla metrar á amper, segulsvörunarstuðull lofttæmis, við notum bara fyrir loft líka, og formúlan gefur okkur styrk segulsviðsins í fjarlægðinni r frá vírnum. Til þess að finna stefnu segulsviðsins þá tökum við vírinn í hægri lófan á okkur og látum þumalinn vísa í stefnu rafstraumsins og fingurnir sýna okkur þá hvernig segulsviðið stefnir í kringum vírinn og við sjáum það hérna. Þetta þá rangsælis hringur í kringum vírinn ef við horfum á hann ofanfrá. Alveg eins getum við fengið segulsviðið B til að skapa kraft á rafstraumin E ef hann þarna vegalengdina L í segulsviðinu og jafnan kraftur sama sem E sinnum L kross B. Krossfeldið ákvarðar stefnu kraftsins og þetta hægri handareglan. Þá tökum við hægri hendina og látum fingurna snúa í sömu stefnu eins og straumurinn Svo beygjum við fingurna í stefnu segulsviðsins og þá sjáum við að þumallinn, hann vísar hérna niður. Svona. Þumallinn sýnir sem sagt kraftstefnu. Og að lokum tökum við hérna fyrir að vír með strauminn E1, hann býr náttúrulega kringum sig segulsvið. Þetta segulsvið utanum eða lendir þá á vír sem hefur strauminn E2 og hér getum við séð að vírarnir munu þess vegna verka með krafti hvor á annan og þetta nú svo sem bara tilbrigði við efstu regluna að hérna fáum við að krafturinn milli vírana verður μ0 sinnum annar straumurinn sinnum hinn straumurinn sinnum vegalengdin sem liggja saman deilt með 2πr og krafturinn, við sjáum það að ef að segulsviðið hefur hérna stefnuna, ef að segja bara upp blaðið, en straumurinn hér út úr blaðinu og við tökum að hægri hendi þannig utan vírinn að fingur vísa út úr blaðinu, við beygjum þá í stefnu segulsviðsins og þetta nú í þrívídd svo þetta svolítið erfitt, en það þýðir það að þumallinn, hann kemur hér til vinstri. Þannig að þegar að vírarnir bera strauminn í sömu stefnu, þá munu vírarnir dragast saman vegna segulkraftsins á milli þeirra. Og nú kunnum við nóg til þess að reikna hérna stærð og stefnu segulsviðs í 15 cm fjarlægð frá vír sem að ber strauminn 6,7 amper. Hugsum okkur fyrst að hér höfum við vírinn 6,7 amper streyma hérna niður blaðið og við ætlum að finna stefnu segulsviðsins. Svo ég ætla að teikna hérna hendi utanum vírinn og þetta hægri hendi þannig að þumallinn, hann á að vísa niður í sömu stefnu eins og straumurinn og svo tek ég með fingrunum utanum vírinn og þá sjáum við að hérna
rangsæli stefna, það að segja að réttsæli stefna að segulsviðið í kringum vírin ef við horfum ofan frá sem sagt réttsælis. Og við skulum taka hér formúluna sem við lærðum fyrst. Segulsviðið mjög 0 sinnum I deilt með 2πr og við setjum inn í þetta tölur og fáum 4π sinnum 10 í -7 sinnum straumurinn 6,7 og við deilum með 2πr. Þá sjáum við nú reyndar að hérna R-ið 15 cm og við þurfum að skrifa það í metrum 0,15 og við getum stytt þetta svona aðeins til þess að gera þetta huggulegra og þá fáum við hérna að 4π deilt með 2π með 2 og útkoman út úr þessu verður 0, já, þetta er 8,93 sinnum 10 í -7 og eining fyrir segulsviði Tesla. Ef við ekki gera þetta svolítið huggulega og segjum þetta þá 8,93 mikrotesla. Nú skulum við kíkja hér á dæmi númer 2 sem að segir að við eigum að finna stærð og stefnu segulsviðsins sem þarf til að lyfta með 4,5 newtona krafti vír sem að ber 12,3 ampere til suðurs og við liggum vegalengdan 89 cm í segulsviðinu. Og eigum við að byrja á því að reikna stærðina hérna. Hér krafturinn gefinn en við eigum að reikna segulsviðið, já, við skulum bara einangra segulsviðið hér að það þá kraftur deilt með straumi og deilt með vegalengdinni, setjum inn í þetta tölurnar, krafturinn á að vera 4,5 newton, við erum með strauminn 12,3 ampere, vegalengdin 89 cm, hún þarf fyrir grunneiningar, 89, 0,89 metrar og út úr þessu fáum við 0,411 teslur. Það má svo sem líka skrifa að þetta sé þá bara 411 milliteslur. Þetta mjög huggulegt en sko hvort svarið sem bara gott. En nú skulum við finna stefnun á þessum. Hægri handareglan, hún segir fingurnir eiga að fara í suður eins og straumurinn. Hugsum okkur, fingurnir fara í suður eins og straumurinn og þumallinn á að vísa upp og þetta hægri hendi þannig að fingurnir sem að eru hér niðri þumallinn vísar upp og svo við verum að teikna hann bara svona sem upp hérna en til þess að hægri hendi geti snúið svona þá þarf hún að beygjast hérna til hægri þannig að þá fáum við að segulsviðið þarf að vera í austur. Svo stefnan austur. Lokum skulum við reikna hérna stærð og stefnu krafts sem verkar á hvern lengdametra. Það eru 2 samhliða vírar, þeir bera strauminn í sömu stefnu og hafa bilið 5,5 cm sín á milli. Það þýðir að hér þurfum við aðeins að laga til jöfnuna og segja að kraftur á hvern lengdametra og þurfum að deila með ellinu báðum megin og þá fáum við hérna mjög 0 sinnum I1 sinnum I2 og deilum hér með 2πr. Setjum inn í þetta tölur og þetta eru 4 sinnum π sinnum 10 í -7 deilum með 2 π og r-ið 5,5 cm þarf að vera í metrum svo það 0,055
og við bætum inn í þetta straumnum 3,3 ampere í annarri hýrnum og 3,3 í hinum. Þetta margfaldar saman og kemur upp í annað veldi. Útkoman úr þessu verður 3,96 sinnum 10 mínus 5. Og þetta eru þá testlur á metra. Já, það er nú kannski huggulegt að skrifa þetta sem 39,6 mikrótestlur á metra. En nú kanntu líka nóg til þess að reikna æfingadæmin og 2 af þeim koma lítið breytt á næsta örprófi. Gangið þér vel.